Já, heyrðu, Ásgeir Brynjar Torfason komin hingað, velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Heyrðu, það eiginlega í frétti dagsins var það að halli ríkissjóðs minni heldur fjárlög sögðu fyrrum. Þetta frétt eða var þetta kannski augljóst þegar að ferðaþjónustan að taka við sér og verðbólga að það svona stoppa eitthvað inn í gatið? Já, verðbólga hjálpar ríkissjóði til skamstíma. Meiri tekjur. Já. Til skamstíma og það sem að má ekki gleyma að það eykur líka vaxtaútgjöldin. Já, það sást í uppgjörinu. Já, og sérstaklega hjá þeim löndum sem eru með mikið af verðtryggðum ríkisskuldum eins og við og Bretland. Þannig að, já, þetta svona verðbólgan svona góð og vond fyrir aðila eins og ríkissjóði og mismunandi góð og vond eftir því hvernig þeir eru samsettir. Bjarni nær svona einu fundi við að segja hallin minni heldur en að ráða fyrir gert, það jákvæmt. Já, sérstaklega þú reiknaði með meiri halla þegar þú laðir upp með það, hvort sem það var út af því að þú varst svo nýkomin út úr faraldri eða varst svo hræddur við stríðið eða hver sem forsendan en þá er það hvað maður að segja, kannski ekkert... Stríðið var ekki komið þegar fjárlög voru sett? Nei, en þegar áætlunin, já. Það var COVID, þeir held að COVID er lengra. Eða voru svona, menn vissi ekki hversu hratt ferðamanna þjónustan takið við sér, en núna við gert það aldeilis hratt. Já, og góðæri hjálpar hjá, allir í tekjuöflun ríkissjóðs, líka bara það að aðgerðinnar gegnum COVID létu færri verða atvinnulausa, efnahagslífið að fara rosalega hratt í gang, þannig að þetta bara, já, það kemur allt í kassan út af þessu. En ég fór að leika tölunar sem byrtust, þá var það einhvern veginn þannig að það er að kalla frumjöfnur sem eiginlega bara tekjur og gjöld áður og byrjar að borga vextina, að það hafi lækkað töluvert mikið. Og var komin í eitthvað 38 milljarða, hafði verið gert ráð fyrir yfir 100 og síðan kemur að vaxtagjöldunum og þau hefðu hækkað á móti 33 milljarða eitthvað leys. En svo sér maður þessar skuldir sem eru þarna og einhvern veginn þetta fóðrar þær. Þannig að til þess að reka ríkissjóð hallalausan miðað við þær forsendur sem eru þarna í fjárlögunum, bara as is eins og sagt að þá vantar svona 100-120 milljarða upp á annarkvort þetta auka tekjuðinnar eða samfélagið einhvern veginn að vaxa upp í þetta þannig að þetta hverfi á dularfullan hátt eða að þú þarft að skera niður. Já, það þarf eiginlega að greina þetta svolítið í sundur. Það var gott að reka ríkissjóð með halla í gegnum COVID því það var eins konar stríðsástand. Það hefði verið miklu verra ef allt efnahagslífið hefði farið á hliðina. Hins vegar er ekki gott að halda áfram að reka ríkissjóð með halla þegar að stríðið er búið eða faraldurinn er búinn. En svo núna, blúsandi góðari, aldrei minna atvinnuleysi, mikil eftirspurn eftir fólki. Já, og svona bókhaldslega myndi maður nú segja að það er eiginlega hræðilegt að vera ekki að afla aukin að tekna í áætluninni til þess að loka gatinu, að vera að leggja upp með fjármálaáætlun og fjárlög með svona miklu gati. Það er kannski ekki góð fjármálastjórn almennt séð en að vona eða reikna með að það komi síðan meira sem reddi því það hefur kannski oft hjálpað hér í þessu sveiflukennda landi að það hafa hlutinir ótrúlega oft reddast tíma. Já, og eða með heppni eða samblönd af því. Ég meina við fengum náttúrulega ferðamannabólu eftir bankahrunið. Við fengum endurgreitt úr þrotabúum gömlu bankana 100 milljarða, þannig við gátum gefið kosningarloforð hérna svokölluðu leiðréttingu á húsnæðis 80 milljarða og síðan gátum við borgað tilbaka allar skuldirnar sem í raun og veru komið á ríkissjóð út af fjármálahruninu. Þannig að það er kannski svolítið hættulegt ef að mann venjast við að það sé alltaf hægt að redda þessu, sérstaklega þegar við erum komin í svona ástandi eins og við erum í núna. Sem er hvað? Ástandi eins og við erum núna? Já, sem sagt, það er þannig að við erum að koma út úr heimsfaraldri með nokkur 100 milljarða halla uppsafnaðan af 2 árum og við höldum áfram að plana þann halla
út kjörtíðanbilið en það ekki vegna COVID-sins lengur heldur bara vegna misræmis á milli tekna og gjalda. Síðan hægt að redda sér út því ef það kemur eins og svona meiri tekjur í kassan en ef að útgjöldin verða líka meiri að því að náttúrulega þurfa heilmikið af greiðslum úr sjónum að hækka til samræmis við verðbólguna á einn eða annan hátt einhver tíman og spurning hvað minn geta teygt það lengi, hvað minn geta svona, beðið með það en þá þetta snýst alltaf tímabilið sem þú ert að horfa á. Það var hægt að fá tilbaka út úr þrotabúum bankana af því að það var einhver slitastjórn sem átti á nógu lengi, gat selta, þurfti ekki að selja það í hraði og ríkissjóður heimtaði það síðan tilbaka með samningum og skottum og á banka og fleira þess áttar. Þannig að núna hins vegar ekkert þannig tromp upp í erminni til að borga tilbaka kostnaðinn af baráttunni við veiruna og það þarf að gera það með allavega með því að vera ekki að halda áfram með gata á rekstrinum af því að þá getum að látið vöxtin og hagvöxtin sem kemur og viðbótar svona tekjum sem koma því í að borga skuldina niður eftir því sem svona eftir hvernig viðrar. Það í svolítið nýja planið fjármálareglur hjá Evrópusambandinu sem var bara verið að kynna í dag, ég nú bara rétt að byrja að kynna með það. Að það að vera ekki að setja harða reglur þú eigir að borga skuldina niður ákveðna prósent og ári samkvæmt fjármálareglum heldur að láta þetta svona jafnast út eftir getu hvers og eins lands miða við hagsveifluna og þess vegna ekkert slæmt í sjálfu sér fyrir ríkissjóð að hafa skuldur og ég vil hafa það lengi til að bera kostnaðinn á stríðinu. Ef við förum yfir á hina hliðina þar sem að svona sögulega hefðin hjá mörgum löndum til að borga kostnað af styrjöldum yfir höfuð. Það það sem kallað að inflate the debt, að láta í raun og veru skuldirnar étast upp með verðbólgunni af því og það geta þau lönd gert sem eru með ríkisskuldinar óverðtryggðar. Sem ekki við? Nei, ekki við og ekki Bretar. Enda núna aftur komið og ég var bara að skoða tölur í dag frá OECD að þá eru við aftur komin í topplistan yfir vaxtakostnað af því að sem hlutfall af landsframleiðslu að ekki skulda hlutfalli sjálft við erum með það mjög lágt með að við erum með reglu sem segir 30% með aðstætt segir 60 en svo það það 30% eða það kannski 45 ef maður tekur hérna í bólunum síðan með sem ánátt að gera en það önnur umræða en sko aðalatriði þarna hver kostnaðurinn af skuldunum og við erum í heimsfararbroti í hækkun stýrivaxtana og við erum með mikið af verðtryggðum ríkisskuldum líka. Verðbólgan dettur beint inn í vaxtakostnað. Já og þetta breyting út af lögunum opinber fjármál þannig að þá í raun og veru þurfum við að samræmast alþjóðlegum hagskýrslustöðlum og gera eins og önnur lönd en ekki vera með sérreglur eins og við vorum áður. Og það meðal annars aftur það sem lætur líka Íbúðalánasjóð koma yfir í A-hlutan en ekki geta verið í B-hluta og það þarf með ekki talist með. Þannig að það vegna alþjóðlegu reikningsskilastarlana fyrir en opinberu fjármál sem að það þarf að núna að gjaldfæra kostnaðinn af verðtryggðu lánunum. Þannig að þetta veldur ekki beinlínis greiðsluflæði, þetta bókhalds en vextinir hækka samt því að þeir vexti svo borgar núna eða ertu ekki að borga vexti? Já, og höfuðstóllinn hækkar. Höfuðstóllinn hækkar en þú ert að borga einhverja vexti yfir árið og þeir hækka vegna þess að vextir eru hærri hér en annars staðar og að þeir eru verðbættir þannig að við erum kannski þótt að við skuldum bara 20% landsframleiðslu að þá getur vaxta kostnaðurinn okkar verið svipaður og land sem skuldar 60 eða 70%. Já, það einu löndin sem fyrir ofan okkur núna á vaxta kostnaðargreiðslum eru Ítalía, Grikkland, Portúgal, Ungverjaland og Bandaríkin. Og það ekki leið út úr þessu? Meðan við erum með krónu? Meðan við erum með krónu og meðan við elskum verðtrygginguna og meðan þá það bara svona að íslenski ríkissjóðurinn hann getur skuldað helmingi minna eða kannski bara fjórðunga því sem að ríkissjóður
Þýskalands kæmist upp með eða Hollands. Já, Það hannig? Já, sko þess vegna hort á annars vegar frumjöfnuðin og hins vegar heildina. Þannig að sko það miklu dýrara fyrir okkur, hvort sem það okkur með húsnæðislánin okkar eða ríkissjóð, að því að við erum í fararbroddi í heiminum að hækka vextina sem að kannski ekki svo gott í núverandi ástandi. Þú varst í fjármálaráðið, ekki? Jú. Og þið voruð að finna að því að þessi svona undirliggjandi halli væri þarna í gegnum COVID, það ekki? Já, sérstaklega í síðasta álitinu, eftir að COVID var í raun og veru að vera búið og þá eitthvað ráðagerðir hvernig þetta komst út úr þessu. Fjármála áætlunin sem liggur til grundvallar svona 5 ára, það hinn hlutin í lögunum, opin fjármála, til að sé ekki bara fjárlög og svo ef það kemur svona meira túristum þá getur veitt meira og svo til að sé ekki þessi svona stopp og gefi í harkalega eða svona haga eftir skyndigróða vindi að það sé meira langtíma áætlun og þá þarf að setja upp 5 ára plan til að hvernig ætlum að komast til dæmis út úr einhverjum svona áföllum og þá það plan ekki? Já, það eins og áætlunin sem var liggur frammi, fjármálastefnu þessara ríkisstjórnar og áætlunin sem var síðasta apríl og kemur næsta apríl, 5 ára planið, þá gert ráð fyrir halla alveg fram í lokin á því plani sem að minkar núna út af þessum bættu tölum en áætlunin miðar við að loka ekki gatinu og það var gagnrýnivert að því að sko samkvæmt fjármálareglunum í Evrópusambandinu aftur þá voru þær bara teknar úr sambandi þangað til í ár, það var framlengt 1 ár þangað til næsta ár og þeir eru síðan núna á fullu að breyta þeim reglum til að þegar þær komi aftur í gildi að þá skellist það ekki andlitið á þeir heldur að þá sé líka hægt að bregðast við loftslagsvánni og þessu stríði á þess að í raun og veru að það þurfa að fara í niðurskurð á opinberri þjónustu út af því og þetta náttúrulega líka sko það hægt að vaxa út úr vandanum og skuldunum með því að hafa svona langtímaplan en þá verða líka samspilið sem maður talar á milli peningastefnunar og Seðlabankanum og ríkisfjármálastefnunar, opinberu fjármálana, það verður að spila saman. Með því að hækka vextinu svona mikið og hratt hér, að þá búið að gera vaxtakostnaðin bæði fyrir sveitafélagin, af því það undir þessum lögum opinberu fjármálana. Fyrir sveitafélagin sérstaklega. Við sjáum þau í vand út allt, Akureyri og Reykjavík og fólk bara veit ekki hvernig það að bregðast við og menn að bregðast við með furðulegum hætti. Já, skera niður og svo hækka gjaldskrá sem kemur inn í verðbólguna. Rosa dýrt að leigja kút í sundi, það bara allt hækka svona eins og að það sé raunverulega aðgerðir. Og þetta orðið verðbólgu hvetjandi, þannig að þetta býr til viðbótar vondan spíral inn í verðhækkanir þegar maður ætti í raun og veru miklu frekar að vera að horfa á að því þetta svo sérstakt ástand núna, þessi verðbólga sem kom út allan heim eftir heimsfaraldurinn, en ekki út af heimsfaraldrinum, heldur út af innrásinni og hráorðuvershækkunum og orkukrísunni. Og það í raun og veru vandi núna þegar allir seðlabankar út allan heim að hækka, en þeir eru að gera það í hröðum skrefum og sko við sjáum núna, og það mikill munur á milli vandanum Bandaríkjunum og Evrópu til dæmis, að í Bandaríkjunum var hallinn í gegnum COVID sko 15 og 12% af landsframleiðslu, 2-3 meira en hér, af því að þeir voru með þarna leiðtoga landsins sem bara fannst þú að gaman að gefa ávísanir sem skrifa undir sjálfur. Já, og núna sjá menn þar að verðbólgan að hluta til tilkomin vegna of mikilla útgjalda, aukningar, en það alltaf auðveldar að sjá það eftir á höldurinn meðan þú ert í ástandinu miðju. Hins vegar í Evrópu verðbólgan út af orkukrísunni, hækkunin á orkuverðinu og útgjöldum síðan líka ríkissjóðanna til að reyna að bregðast við því og þetta svona mismunandi jafnvægisgangur en maður sér það alveg að seðlabankarnir verða að hækka vextina til að bregðast við verðbólgunni en þeir mega ekki gera það of mikið og of hratt af því þá setja þeir heimsækkerfið inn í sko, svo mikinn samdrátt og mögulega
hættu á kreppu ef þeir gera of mikið. Þetta frekar við Evrópu heldur Bandaríkin. Það er annars konar verðbólga sem að Bandaríkin eru að glíma við. Það er svona of mikið peningamagn í umferð. Það er svona klassískari en sérstök í Evrópu, ertu að segja það? Já, nei, sko, það er komin mjög mikil hagvöxtur í Bandaríkjunum. Það er skortur á vinnuafli. Þannig það er mjög mikið af hagfræðikenningunum sem svona eru svolítið í lausu lofti út af þessu, það hvað þau eru að gera. Það er hins vegar alveg augljóst að Evrópa getur ekki hækkað vextin eins mikið, af því þar er ekki eins mikil hagvöxtur, en maður verður samt að skoða munin aftur líka á milli landa þar. Þegar það kemur sko öll þessi vandamál í Bretlandi, þeir eru náttúrulega farnir út úr sambandinu og þar með er náttúrulega rosalega miklu meiri sveiflur, þeir eru orðnir líkari okkur og sko en innan Evrópu erum líka munur á milli landana, eins og til dæmis Frakkland sem kemur sko bara á forsíðunni í Telegraf og svona í Bretlandi til að mála upp einhverja hrikalega slæma mynd, en ef maður skoða tölunar þá er minnsta verðbólgan í Evrópu í Frakklandi. Af hverju? Að því ríkissjóðurinn þar fór í aðgerðir til að minnka verðbólguna. Hún er 7% í Frakklandi en hún er 12% í Þýskalandi og Ítalíu. Og þeir eru ekki eins háðir gasi og þeir eru með meira kjarnorku og þannig að svona ímyndilegt sem spila með þeim. Hollendingar eru í mjög vondum málum. Það var verðbólgana bara í 17-18%. Já. Og hjá vinnum okkar í Íslandi, Lettlandi. Þannig að sko ástandið er rosalega erfitt, meir og minn út allt. Já. Af samt mismunandi ástæð. Já, þannig að Evrópa getur ekki hækkað vexti af því að þá keyra þeir hagkerfið í kreppu. En þeir hækkuðu 0,75. En ekki til líkikuð okkur. Nei, kjarnin í þessu það. Það er það sem ég myndi gíska á Gylfi Zoëga myndi segja það að þeir hefðu hækkað vexti hérna heima af allt öðrum ástæðum heldur að vera hækkað vexti út í Evrópu. Já. Það vegna þess að hér er verið að slá á raunverulega þenslu sem er í gangi. Já. Og ég hlusta á hann hérna hjá daginn. Hann var hræddur fiskal dominans þegar Bandaríkjamenn fara að draga hérna úr peningamagninu að þá fara ríkin að falla, einhver í nýmarkasríkin og einhver ríki inn í Evrópu, hann nefndi Ítalíu og hann benti á að kreppan í Bretlandi væri raunverulega liður í þessari ógn sem er stafar af því að þeirra Bandaríkjamenn draga úr peningamagninu. Já, sko, þeir eru bara að draga úr magnmunnu íhlutinu og stuðningunum og þeir eru að konu með vextinu upp í 3,5-4%. En það eru samt neikvæðar raunvextir. Það er það sem við verðum að horfa á. Það er þannig sem er verið að vaksa út úr vandanum við faraldurinn og í raun og veru hinn klassíska leið til að borga fyrir kostnaði af stríði að þú skattleggur kapitaleigenduna með því að láta raunvextina vera neikvæða. Það er að segja að þannig það er hægt að setja það fram á mismunandi hátt þá eru sparifjáreigendur ekki að viðhalda verðgildi sinna peninga en þú heldur hagkerfinu gangandi og heldur atvinnunu gangandi Byrðunum á verðbólgunni er dreift á milli fjármagnsins og þeirra sem að minnka til kaupmáttar. Þetta snýst það, hvernig þú ætlar að deila út byrðunum og er kannski allt í lagi þegar kapitalið lífeyrissjóðan okkar búin að vaksa 20-30% á ári síðustu 2-3 ár og hlutabréfamarkaðurinn út af öllum þessum aðgerðum Seðlabankana, búin að fá allan þann stuðning þeirra, er kannski bara allt í lagi að þeir kapitaleigendunni séu með minni ávöxtur núna og raunvextinni neikvæðir meðan að við komumst út úr vandanum af og kannski skynsamlegt líka vegna þess að ef að það er hækkari og mikið vextir að þá getur lent í samdrætti í efnahagslífinu sem til lengri tíma er lakari niðurstaða fyrir sjóðina. Já. Það er hægt að hugsa þannig líka. Já, og fjárfestingin verður minni og það er út af þessu sem að er verið að fara miklu hægari vaxtahækkunar í kringum okkur, af því að það vita allir að gasverði lækkar ekki við að hækka vextina sko. Ekki, og kornverðið ekki heldur sko. En húsnæðisverð á Íslandi lækkar trúir. Já, og í Svíþjóð líka þó að stýrivextinu þar séu nú ekki búin að hækka eins mikið á hér. Það dugði þar að fara með stýrivextina bara réttu fyrir nullið upp í 1-2% en þar var markaðurinn náttúrulega húsnæðismarkaðurinn búin að
þennjast hann sér mikið út. Svipað og hér. Já. En hann fjall í nafnverði, töluvert. Já, já. Þannig að raunverði fjalla mjög, það hefur ekki gerst hér ennþá. Nei, og sko, þarna skiptir síðan máli, sko, eins og ég var að lesa einhvers staðar núna í vikunni, sko, ég meina, þeir sem voru að fjárfesta í húsnæði gegnum heimsfaraldurinn og eftir hann með uppsöfnuðum sparnaði, að þeir aðilar sitja bara á húsinu því það er fátt betra en að eiga fasteign í verðbólgutíma, því að hún fer upp í verði, að því gefnu aftur, eins og með ríkisskuldina, að þú getur borgað af skuldunum og sért ekki með ekki of mikið skuldar hlutfall, heldur ekki of ekki háa greiðslubyrði og þess vegna skiptir vaxtastigið máli. Þú sér það ekkert út úr málum í Evrópu, hvað að fara að gerast? Eru það að sigla inn í kreppu og lægð? Nei, aðra evrókrísu? Nei, ég sé voða að fá merkjum það. Ég sé eins og að voðalega miklar umræður, sérstaklega hér á landi, sko, eiginlega svolítið furðulegt, svolítið eins og í Bretlandi, sko. Eins og þetta dæmi sem ég var að tala já, bendum á hvað allt sé slæmt í Frakklandi, þó að Bretarnir gera það. Og hér á landi svolítið svona, já, bendum nú á til þess að við komum aðeins betur út að hvað allt er slæmt. Hér er hagvöxtur ekki á þeim. Já, okkur er minni verðbólguheldur á þeim. Þetta er það sem ég ætla ekki að segja. Já, en ef þú tekur nú samræmdu verðbólgumælingarna frá þeim, þá ertu ekki með húsnæðisverð inni. En af hverju viljum við hafa það inn í okkar? Nei, þá er minni verðbólga hér að bara Sviss sem er undir Íslandi. En reyndar hefur sko króna gefið eftir gagnvart evru, ég tók eftir því, það lækkar svona 5% á svona síðustu bara viku. Já. Þannig ég veit ekki hvað kannski það út af íbúðalánasjóði? Sko, auðvitað geta hlutirnir farið illa í Evrópu, aðalega út af því að það er stríðar og það er mjög dýrt. En ég hef hins vegar ekki séð eins miklar og hraðar breytingar innan Evrópusambandsins eins og síðustu 3 ár. Fyrsta lagi við faraldurinn. Það sé að skána. Já, og sko, í raun og veru breytingar. Sjáðu til, sko, við lifum hérna í einhverju luxuseyju með nóga rafmagni og nóga mat en búum til okkar hérna fasteignaverðshækkanir og búum til okkar hærri vaxtakjör og svona. Okkar innræktaða óréttlæti. Já, að því við viljum sjá til þess að kapitaleigandur fá jákvæða hérna raunvexti. Það er stefnumarkandi ákvörðun bara vilja það og síðan hvernig menn ætli þá að vaxa út úr vandanum og uppsöfnuðu skuldunum þarf þá að gera með niðurskurði á útgjöldum ríkissjóðs til að borga það niður ef mann vilja ekki gera það gegnum vaxtakostnaðinn. Það sem maður getur séð í sko þeir sem eru í alvöru vanda, náttúrulega ekki að fara inn í stríði sem er náttúrulega raunverulega vandi en sko, Evrópa skipti út sko, dró saman gasnotkuna sínum 15% og skipti út kaupunum á því sem þeir keyptu í svo miklu magni frá Rússlandi og eru búin að kaupa það frá öðrum stöðum núna, meðal annars Noregi og það er kannski eitt dæmi hvernig væri hægt að búa til sko, mjög alvarlega efnahagskreppu í Evrópu. Það er ef að þessi nágranni í austri myndi gera leynilega eða opinbera árás á þessa einu gasleiðslu frá Noregi til Þýskalands að því þá er aftur gasverðið að fara upp. Gasverðið er búið að fara niður. Það er búið að fylla 90% af öllum töngum. Það er mjög neikvætt verð á gasi að því tankarnir eru orðnir fullir og skipin sem koma með fljótandi gasi. Það er þetta ef þú brennur þessu. Já, og þau eru bara að snúa við í Súezskurðinum sko og fara til Asíu að því að sko, þannig að þetta er svakalega óstöðu ástand sem að sko getur breyst mjög hratt en þær breytingar sko sem að maður sá með Green New Deal sem kom í heimsfaraldrinum er verið að implementa núna út alla Evrópu. Það er verið að einangra húsinu upp á nýta, verið að setja sólarplanur. Þeir eru að hraða sér yfir í græna orkuframleiðslu
sko rosalegum umbreytingarhraða sem að einmitt krísur gera möguleikan á umbreytingum og breytingum. Þannig að það ekki rest sem að sumi sögðu að orkukreppan myndi hægja á þessu frekar heldur hitt. Að menn færu núna í svo Bretarnir að sækja kol með furðulegum hætti og menn færu að... Jú, svo hætta náttúrulega fyrir hendi. Ég meina, fólki sem býr í Kaupmannahöfn og á hybridbíl, það er ódýrara fyrir það að kaupa dísiláin heldur en að hlaðan, að því þau þurfa að kaupa Evrópuverðs rafmagnið. Þannig að sko, en það er verið að gera alls konar aðgerðir á vegum stjórnvalda til að bregðast við öllum þessum hlutum. Það er það sem bara Evrópusambandsins virka á hættutíma. Það breytist í krísum og auðvitað allir gera einhverjum mistöku í krísum og það eru hræðilega mistök sem voru gerði í Grikklandskrísinu en það er ég hef ekki séð svona mikið jákvætt breytast svona hratt sko það sem að tók þau mörg ár að gera eftir fjármálahrunið gerðu þau bara á nokkrum vikum í upphafi faraldursins alveg eins og bandaríski Seðlabankinn prentaði meiri pening á nokkrum dögum í mars 2020 heldur en að hann gerði á nokkrum mánuðum 2008 en síðan þegar innrásin kemur í Úkraínu að þá sko gerast hlutinir ennþá hraðar og allt sem var búið að undirbúa að leggja upp hérna Next Generation EU sem sagt sameiginlega lántökur Evrópusambandsins hérna svona björgunarsveitar búnar, það voru þyrlur og slökkubúnar þegar skógareldarnir voru frá milli landa eins og við erum að fá hingað í loftvarnaeftirliti okkur. Það sem vantaði ákvarðanir, það sem að mikilvægið var ljóst fyrir að þegar áríðanleikin kemur út á krísunni að þá smellur þetta saman. Já, og að því menn eru búin að vera undirbúa sig og vinna á fullu í að búa til nýjar stefnumarkandi aðgerðir, pólisíur, setja upp plön og tól, þú veist, það, ég meina, sko, og það er að gerast rosalega hratt svo breyting. Þess vegna finnst mér svo furðulegt þegar aðalfréttirnar frá Evrópu hér á landi og í Bretlandi mögulega bara hvað allt sé miklu volaði í Evrópu, af því að það er held ég svona til að beina augunum kannski frá... Við höfum ekki fengið góða fréttir, það eru fasistar voru að taka yfir Ítalíu og nýnasistar yfir Svíþjóð. Það var ekki komið mikið að góða fréttum nú pólitíkinni. Nei, við lifum rosalega tíma á því sviði. En þess þá heldur skiptir réttaríkið að reglubundin markaður sem er kjarnin í Evrópusambandinu, einn markaður sem að allar jafnar reglur gilda á fyrir alla. Ef þú ætlar að fá að vera með á honum þá þarftu að uppfylla okkar reglur og það er í raun og veru okkar eina von út úr svona ástandi þegar það eru komnir klikkaði kallar sem ráða mörgum af stóru löndunum í kring og beita svona skítaðaferðum til að búa til vanda í hinnum ríkjunum. Ég veit ekki hvort ég skemmtaði með því að vera með andmæli við Evróputalinu, en til dæmis hérna hækkun á gasverði, það kom ekki gas, það leiddi til hækkunar á allri annar orku út af orkustefnu Evrópusambandsins. Já, að því það er eitt sameiginlegur markaður. Já. Þannig að þeir sem framleiddu orku með vassafli í Noregi fengu allt í einu 5-falt verð þó að það hafi ekki verið neitt aukinn kostnaður. Já, enda er verið að setja hvalrekaskatt á þau fyrirtæki. Það er verið að setja hámarksverð á gasið. Það er verið að búið að vera að styðja orku sölu fyrirtækin til að losa þau undan vandanum við framverkusamningana þeirra. Þú veist, þetta er nákvæmlega dæmi sem ég er að tala um hvernig viðbröðin og hversu hratt maður sér breytingarnar verða þar. Það er ekki verið að halda bara í sömu gömlu reglunar eða að ætla bara að fara aftur í allt sama gamla farið eins og var áður, trúa því að við séum að fara tilbaka í heiminn eins og hann var fyrir COVID. Það er stór hættulegt. Herðu, ég nefndi að þú hefði verið í fjármálaráði og þú nefndir Íbúðalánasjóði eða IL-sjóði. Þeir hafa verið í fréttum. Mér minnir að
þið byrjuðu að gera athugasemdir við þetta mjög fljótlega, hvernig þessa tifandi tímasprengjus þetta var og hvað þetta var svona staðsett hjá ríkinu? Já, sko, tímasprengja, þetta hefur náttúrulega verið vitað í 10 ár. Þetta bara vandi sem hefur verið svona sparkað niður götuna eitt á undir sig að því það og erfitt að taka á honum. Hann reyndar kom sér ákaflega vel í COVID að þessi sjóður fullur af pening, það í raun og veru vandinn að því hann fjármagnaður á háum vöxtum sem að hérna meðal annars að stórum hluta lífeyrisþjónunar eiga. Þannig að þeir eru náttúrulega að njóta þessar stóru háu vaxta sem eru hærri heldur en vextir á húsnæðislánunum. Þannig að ríkið gat fengið lán þarna fyrir COVID. Í gegnum COVID, já, og á góðum kjörum. Já, og sótti þarna tvisvar gríðarlegur upphæðir, 100 milljarðar annarskipti og 70 milljarðar í seinnaskipti, eða 90, ég man ekki. Á betri vöxtum heldur en fjármögnunin. Þannig að það bara bætt á hallan inn í framtíðinni. En þarna kemur aftur hérna hvað segja, að utan, ég var að tala áðan sko, fjármálaráðið kemur til út af lögum opinber fjármála þar sem hefur verið að uppfæra hvernig við færum bókhaldi hér til samræmis við alþjóðlega hagsýslustaðla og tökum hið opinbera saman, sveitarfélag og ríkið. Þannig að það sé ekki hægt að vera einhverjum leik þar á milli, að kasta á milli verkefnum og kostnaði. Hið opinbera, það eru við öll saman og reksturinn á því þarf að vera sjálfbær og uppgjör þarf að sýna raunverulega stöðu. Já, og þá kom meðal annars frá Hagstofunni í Evrópu ábendingin það að flokkunin að það var farið yfir 24 ríkisstofnanir en svo stærsta og mikilvægast af þeim sem var ranglega færð hér með við alþjóðlegu reglunar var það að hafa íbúðarlánasjóð í B-hluta, þar að segja þannig að skuldirnar þaðan töldust ekki með ríkisskuldunum hér en að því að og þær skuldir voru hvað miklar? Þetta það? Já, það er svo margar mismunandi tölur sko. En þú tekur bara allar stabban sem að var ef við erum að velta fyrir okkur hvað þetta á að liggja sko, þá er þetta ekki bara 900 milljarðar eða eitthvað þess? Jú, og 600 ef þú tekur hérna allan sjóin og þetta svo snýst þetta hvort það sé fært á bókfærðu eða kaupkröfu þannig að það eru endalausar talna. Þetta er ekki spurningu hvað lífeyrissjóður íbúðalánasjóður er lagður heldur er þetta alveg gríðarlegi fjármunir hvort þeir eiga að vera inn í A eða B hluta hvort þeir eiga að vera skráðir sem raunverulega skuldir ríkissjóðs eða skuldir undirstofnunar ríkisins. Já, og svo er það þessi ábyrgð ríkisins á skuldunum sem að er með þessari tilkynningu. Það skiptir máli hvar hvort að íbúðalánasjóður sé A-hluti eins og Evrópa vill og þið í fjármálaráði eða þessi B-hluti. Í B-hluti þá getur við geymt hann og vonast til þetta fara einhvern veginn vel eða þú verður bara horfinn þegar þetta kemur. En þegar þetta flutti fyrir A-hluta breytist eðli ríkisábyrgðarinnar? Nei, sko ríkisábyrgðin er skrifuð á brefin, skuldabréfið. Það að flytja úr B í A til samræmis er bara hvort þetta teljist með opinberum skuldum, þessi skuld. Hluti af vandanum hefur þegar verið greiddur úr ríkissjóð. Þar sem ríkissjóður hefur sett pening inn til að standa undir hluti af þessum alla. Þetta snýst hvort að ríkissjóður þurfa að halda áfram að gera það núna næstu árin til 2044 þegar að síðasta skuldabréf er uppgreitt eða hvort að sem að tilkynningin núna fóla einhverju leyti í sér frá fjármálaráðherranum að við viljum bara gera hann upp, við viljum loka búlunni. Það bara núna, fyrir áramót. Þess vegna er ég að spyrja þig, þannig að það kemur allt í einu, þetta er búin að vandamál, þú sér 10 ár, þú gætir sagt þetta væri vandamál sem var ljóst bara 2004, að þú veist þetta væri. En núna allt í einu fyrir mánuði síðan, að þá vil Bjarni bara leysa þetta fyrir áramót. Og ég er að velta verið með hvort það skiptir máli að áramótin að þá fari samkvæmt kröfu Evrópsku Hagstofunnar að þá verði að færa skuldir lífeyrissjóðs sem opinberar skuldir. Skuldir íbúðalánasjóðs. Ríkissjóðs. Hvort það skýri einhvern veginn þessa tímapressu sem er alltaf komið inn í málið? Ég er ekki alveg nóg mikið inn í þessum díteilum hvort að þú veist, de facto ef að það væri að þá þarftu bara að breyta skuldahlutfallinu
úr 30% í 45%. Við erum þó langt frá 60% sem eru Maastricht skilyrðin. Það getur verið einhverju fjármálaráðendur óttist að Moody's eða einhverjir telji þetta skipta máli og við fáum ekki sömu einkunn og áður. Já, maður getur þó líka haft ágjör af því að Moody's finnist það nú ekki gott að fela eða að háta að setja í þrot af því það getur náttúrulega smitað yfir á ríkisvaldið og ætlaðir í alvörunni eða er þetta bara eitthvað tricks á blaðamannafundi og þetta er svolítið líkt og tröstdæmið í Bretlandi. Þú veist, þegar að þar eru þó djúpir fjármálamarkaðir sem fylgjast með og þegar að hún segir og Kvarteng, fjármálaráðherinn hennar, segja við ætlum bara reka okkur með halla til að lækka skatta og að þá segja bara fjármálaráðherinn, þá viljum við fá meira borgað fyrir að lána ykkur penning. Þið eru óábyrg í ykkar stjórn. Þannig að markaðurinn var ábyrgar í stjórn opinberra fjármála. Og er raunverulega hætt á því að Íslenska ríki geti lent í einhverju slíku eftir því hvernig verður farið með þetta íbúðalánasjóðsmál? Ég hef nú ég held að þetta sé einhvers konar taktík núna til að reyna að ná fram samningum. En þetta er gríðarlega hagsmunir. Gildi, held ég segja, þegar búið að skerða lífeyrisgreiðslur út af þessu? Færðu eignina sína niður 12 milljarða? Já, ekki búið að skerða lífeyrisgreiðslur en færa niður af því að gríðarlega hagsmunir. Það urðu við. Þetta er líka réttlæti spurning og með því að láta þetta falla á lífeyrissjóðina þá fellur þetta ójafnt á fólk eftir því hvar það er. Sumir eru ekki með lífeyrissjóðu sem eru þarna inni með þú veist það er misjaflega stóri hlutir. Aðrir eru líka bara varðir fyrir launagreiðandunum. Þannig þetta er óútkljáð mál. Það er hins vegar ekki víst að það sé snjallt að fara í kennitöluflakk eða með svona stóran skuldastafn. Og á 1,5 mánuði, það er mjög stutt til áramóta. Já, það er en það er nú væntanlega til að setja þennan samningamann í að reyna að ná einhverjum samningum. En ég held að það sé miklu mikilvægara að skoða þetta heildstætt og í heild af því að þetta er einn af stóru póstunum sem að liggur á ríkissjóði, þetta er langtíma, þetta er fram til 2024. 2044 og eins og við bendum á í álitinu síðasta sem ég skrifaði þá byrjar þetta að tikka inn 2000 undir lok tímabils núverandi áætlunar, en eftir svona 5-6 ár var þetta að byrja að fara, þannig að það er óábyrgt að bara horfa framhjá þessu og gera ekki neitt með þetta. En annarkvort þarf að plana hvernig á að borga þetta niður eða að lokunum en það nú er ekki lögfræðingur en þetta virðist vera nokkuð skýrt í lögunum og á brefunum að það er ríkisábyrgð á þessu. Þannig að þetta er svona rifrildi eins og með tryggingar innistæðusjóðin og ég held að þetta sé svona Ríkið þarf alltaf að borga þetta. Já, við þurfum. En eins og gætu þeir sem eiga bréfin fallist á það að það er greitt út á lægra verði heldur en endanlega ávistun á þeim. Já. Og þá geta þeir bara að fara og fjárfesta þetta með einhverjum öðrum hætti. Já, og ég meina skorið ríkissjóður úr snörunni. Já. Það sem hann hefur eiginlega ekki tækifæri til þess að fjárfesta þessa peninga. Nei, og ég meina þetta er þetta er náttúrulega hræðilegu gjörningur í upphafi og þetta er og það var að fara hræðilega með sjóðin eftir hrun líka. Já, en aðalega er þetta náttúrulega ef við tek aftur útlandsperspektífi, þetta snýrst náttúrulega upphæðlega fjármögnun á húsnæðislánum til almennings og síðan voru einkavæddir bankar, þannig að stuttu eftir aldamótin síðustu, sem að þurftu að komast inn á þann markað og þetta er í raun og veru, hvað að segja, kostnaðurinn af þeirri einkavæðingu íbúðalána á Íslandi. Já, og ef þú skoðar í samanburði við önnur lönd, að þú varst að spyrja á okkur húsnæðiskostnaðurinn hér væri svona mikill, það er meðal annars út af vaxtastiginu, en það er líka, ef þú skoðar efnahagsreikning bandaríska seðlabankans, þar eru þeir reyndar tvisvar búin að einkavæða íbúðalánasjóðinn sinn, Freddie Mac og Fannie Mae, en bandaríski Feddin, Seðlabanki Bandaríkjanna,
það bil 2/3, um það bil þriðjungur eða yfir fjórðungur, hátt í þriðjung, ég man ekki töluna nákvæmlega, af þeirra efnahagsreikningi eru mortgage-backed securities, skuldabréf til íbúðalána. Þannig að Seðlabankinn heldur á því þar til langstíma og þannig ekki það ég ætla að fara að gefa ókeypis ráðgjöf eða tillögur hér hvernig mætti leysa þetta á ýmsan annan kreatívan. Þú meinar að nota peningana til þess að byggja upp húsnæði? Já, ég meina það er vandið, það er svo mikið af peningum hann inni og þetta snýst hver á að fá ávöxtunin af því, ávöxtunarkröfuna af því og það mætti áherslu þetta með húsnæðisuppbyggingu. Já, sko... Er það tillagan? Þessi tillagan sem þú vilt ekki gefa ókeypis? Það er að nota peningana til þess að fjármagna húsnæðisuppbyggingu í Íslandi? Já, sko, ég er bara að segja að ef maður skoðar hvernig hlutin eru gerði í öðrum löndum, að þá snýst þetta þarna núna lífeyrissjóðan annars ef við setjum þetta allt í þann hóp, sem er einn okkar vasi, stór efnahagsreikningur lífeyrissjóðana sem eru þeir eiga fullt af eignum, meðal annars þetta á hlutabrjöfum og skuldirna þeirra eru framtíðar greiðslurnar til skuldbindingarna til að borga lífeyrin í framtíðinni. Svo erum við með efnahagsreikning ríkissjóðs sem með fullt af skuldum eftir COVID og þarf síðan að fara að borga af þessu. Á eignarhliðin náttúrulega allt sem við eigum, veginir en líka framtíðar innflæði af skattekjum í framtíðinni og síðan erum við með efnahagsreikning sem efnahagsreikningur Seðlabankans og hann í mörgum löndum var notaður til þess að fjármagna ríkissjóðin í COVID með yfirdrátti eða draga á lánalínu eða kaupa ríkisskuldabréf á eftirmarkaði því það má ekki lögum samkvæmt kaupa það beint. Það var það sem Gylfi var að tala hjá þér með dóminansinn en sko þannig að þetta er bara spurning hvaða efnahagsreikningi á skuldina liggja og eignin og síðan hvað borgað í vexti fyrir það þar á milli. Það í raun og veru það sem að þarf að Þannig þú ert ekki að segja hvað að gera við peningin? Já, hann var notaður í COVID. Að borga COVID. Mætti að nota til þess að byggja upp húsnæði á Íslandi? Já, pólitíkin gæti alveg ákveða að gera það. Eða veri vilji til þess að vera með opinberar aðgerðir til þess að byggja upp húsnæði? Já, það snýst bara en það er ekki vilji til þess? Nei, en ég meina, vandinn í sjónum að hann með svo mikið af pening sem hann þarf að borga svo mikið á. Það er ávaxta með einhverjum hætti og uppbygging á íbúðarhúsnæði með öruggustu fjárfestingu sem getur verið í. Já, og í verðbólgu og fer upp og það er bara sko, ég bara svona bendi á hættuna af því að vera að skoða of afmarkað og einangrað þegar þetta almannahagur sem undir niðri. Allir þessi stóru sjóðir eiga þjóna samfélaginu til þess að byggja hér gott samfélag. Já, af því að eiginlega í viðbót við áhyggjur Gylfa af fiscal dominance og monetary dominance, þá financial dominance, sá þriðji. Það er að segja á bara fjármálakerfið að ráða öllu og hvorki peningastefna Seðlabankans né ríkisstjórnin og það til dæmis gert þegar þú tekur símastöðurinn okkar alltaf og selur það á landi til einhver sjóðs og tekur arðgreiðsluna af þeirri sölu og borgar hann út til eiganda sem eingreiðslu. Þarna komin financial dominance, þannig að þú ert bara að leggja á símnotendur framtíðarnar herri greiðslur af því að það þarf að borga ávöxtun á fjárfestinguna til nýju eigandana símastörunum og eigendur við gjörningin á bréfum í félaginu fengu út einskiptisarð sem að þarf síðan að endurfjárfesta og það fer ekki að fjárfesta í betra símakerfi, það borgað út í arð. Þannig að það hækkar bara hér verð á hlutabréfamarkaðnum og býr til eignaverðsbúlu það. Það sem ekki hverfur einhver staðar á leiðinni. Já. Þannig að þetta samhengið allt í gegnum efnahagsreikningana. Ásgeir, ég verð að klippa á okkur núna. Ég ætla að taka móti fleiri gestum. Hérna rétt eftir augnablik kemur Íris Ellisberger og hún ætlar að segja mér frá flóttamannasögu. Síðari tíma flóttamannasögu eftir augnablik.